Já, komið þið sælblessuð. Við lesum fregnir af því að Blaðamannafélag Íslands hjá barmi klofnings eftir fund í gærkvöld, auka aðalfund, þar sem borin var upp tillaga stjórnar að eldra fólk í félaginu og öryrkjar hefðu ekki lengur atkvæðisrétt. Þetta var fellt, þessi tillaga var fellt, en félagið í nokkrum sárum. Og það eru fylkingabrjóst þarna innanum. Ég var sjálfur á þessum fundi, hann var mjög langur og mikið lítlindi. Það fjallu stór orð. Það ekki gott fyrir tjáningafrelsið, fjölmiðlafrelsið, fyrir upplýsingu í landinu þegar félagið eins og Blaðamannafélagið logar. Maður getur sagt stafnum á milli í deilum. Fylgst með mjög hörðum ummælum frá fyrrverandi framkvæmdastjóra. Það hefur verið fjallað meint skattasvik formanns félagsins. Hún hefur rekið þau tilbaka, en þetta búin að vera ansið svona mikill leðjuslagur og eins og ég segi, í gærkvöld þá fjallu stór orð. Þarna var mikill hiti. Sitt hvað bendi til þess að sár mun ekki gróa. Og ein af þeim spurningum sem að velti fyrir sér í dag hvort þetta félag muni klofna í tvennt í framtíðinni og hvaða áhrif yrðu af því fyrir íslenskan almenning, fyrir upplýsingu í landinu, fyrir fjölmiðlun, fyrir trúverðuleika, fyrir traust til fjölmiðla og svo framvegis. Nú, fundurinn var mjög fjölmennur, sennilega 200 manns og á meðan án stóð og eftir án lauk þá gekk ég að helstu gerendum í þessum máli, þeim sem að persónum sem að hafa haft sér mest í frammi og bauð fólki að koma hingað í umræðu í dag á samstöðin þetta mál. En það bara báðust allir undan því. Gildir einu hvort við erum að tala Hjálmar fyrrverandi framkvæmdastjóra eða það fólk sem fylgir honum að málum eða Sigríði Dögg, núverandi formann. Það báðust bara allir undan því að mennskost í bili að langflestir sem ég ræddi við að koma hingað í stúdíu og ræða framtíð blaðamennsku á grunni þessara krísu. En það var þó ein manneskja sem að er nú vön að vera ekki hrædd við að segja meiningu sína sem að þáði boðið af þeim sem ég baða að koma hingað og hún komin hér að rauða borðinu. Sæl og blessuð. Hæ. Og velkomin. Takk fyrir. Þú ert svona manneskjan sem að stendur upp úr þessu sem að já, þú varst svo eina sem að sagði þér já. Þú ert María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Já. Aktivisti, búin að vera í Blaðamannafélaginu nokkuð lengi. Þú heyrðir mig þylja upp þarna nokkur efnisatriði í inngangnum. Ertu sammála? Já, þetta var mjög þungur fundur og bara svo það sé sagt bara frekar leiðilegur. Og mjög langur leiðilegur. Já, og svona þurr og það kannski helst sem að svona stakk mig var þessi, ég veit ekki hvað svona þessi óvild, þessi og dónaskapurinn og vanvirðingin svona sem að kom þarna allavega úr einni átt. Þá ert að tala bara svo við tölum vafningarlaust, þú ert að tala þá sem að fylgja Hjálmari að málum. Mikið rétt, já. Og vilja meina það að þar hafi verið farið illa með góðan dreng þegar hún var sagt upp sem framkvæmdastjóra, ekki satt? Jú, mikið rétt. Þó að það sé ansi margt sem bendir til þess að hann Hjálmar hafi kannski ekki, nú vil ég ekki fella neina dóma, en hann hafi kannski gert hlutina aðeins öðruvísi heldur en eru svona eðlilegt þykir í fjármálum félagsins. Já, og svona sitt hvað sem bendir til þess að félagið hafi orðið svolítið svona persónulegu klúbbur á einhverju tímabili. Já, mikið rétt. Má ekki segja það? Það má segja það. Samanber föstudagskaffið þar sem að ákveðin hópur kom saman bara árabil og þáði veitingar og annað, jólahlaðborð og ég veit ekki hvað á kostnafélagsins án þess að það hafi verið tekið fyrir stjórn. En Og það skils manni að sé ekki síst sem sagt eldri félagar? Jú, mikið rétt. Það er einmitt þetta sama fólk og kom kannski þarna og svona varði sinn mann. Já, og svo upplifir þessi hópur
þegar kemur tillaga frá stjórn að svipta þá atkvæðarétti að það sé einhvers konar hefndaraðgerð mögulega. Já. Það sé verið að gjalda, það er að sýna þeim það að þau hafi fengið eitthvað á þess að þau hafi haft rétt á því í tímas rás og það verður rosalegur menningarárekstur á milli, ef að segja, eldri borgara í félaginu og margra af hinnum ungu. Já, og í einni ræðunni í gærkvöld stígur fram maður og kallar og talar hæðnislega lög unga fólksins, að stjórnin vilji bara búa til lög unga fólksins og þetta verður kristallast mjög mikill menningarmúr og stæk andúð á milli aldurshópa í félaginu. Sem að auðvitað mjög alvarlegt mál því að það því miður ekki mikil nýliðun í þessari stétt, blaðamannastéttinni. Hún sem sagt ekki jafn hröð og hún eldist. Vegna þess að blaðamannum fækkar og fækkar. Það nefnilega málið. Og við erum núna að sjá hvað það þriðjungur, svona cirka, fjórðungur kannski eldri blaðamenn, sem sagt fólk sem að komið þetta á aldur og á eftirlaun og viljum við vera í félagi við ungt fólk sem erum starfandi blaðamenn, nú ég í lausamennsku, verið í lausamennsku eitthvað tíma, en viljum við vera í félagi þar sem að við erum í augljósum minnihluta og getum við verið vissum að okkar hagsmunum sé vel borgið og á þessu félagi, eða hvernig eigum við að líta á þetta mál. Þetta er svona, já, einmitt, eins og þú segir, þessi deila á milli aldurshópa. Þetta það voru rosalega illindi og það var sumt fólk þarna sem stóð á fætur, ég veit ekki hvort maður á að rekja það hér en sem sagt, bullandi heift. Ég get bara svo það sé sagt þá eldri borgarar sendu ekki sína bestu menn og málsvara í gær, en það kom mikill dónaskapur frá þessum ákveðna hópi. Orð eins og tussa og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona ljót niðrandi. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, þegar hún var að tala, en hún sem sagt talaði gegn þessum hópi, þessari órólegu deild sem fylgir Hjálmari, og það var svona framíköll. Þetta er eitthvað svona sem maður á ekki venjast. Ég hef aldrei. Var hún kölluð tussa? Já. Þú veist, það voru þarna Agnes Bragadóttir og Arnþrúður Karlsdóttir, held ég, sem að sátu og kölluðu hana tussu. Já. Þegar hún lýsti því yfir að hún stæði með stjórninni og þætti alveg gjörsamlega ótækt að fólk sem væri hætt að greiða í sjóði eða eitthvað kosningavald yfir þeim, og það er ákveðin misskilningur virðist vera að það sé verið að taka öll völd af þessum ágæta hópi. Okkur þykir öll vænt gamla blaðamenn og berum virðingu fyrir þeim og það sem í rauninni verið að gera það er verið að lagfæra ýmsar gamla reglur og svona skrýtnar sem eru kannski á skjön við önnur fagfélög og stéttarfélög í landinu, eins og til dæmis þetta að fólk sem að greiðir ekki í sjóðina vegna þess að það er komið á eftirlaun eða á örorku, það hafi ekki atkvæðisrétt ráðstöfun sjóða, og það er rauninni það eina. Það er enginn að segja að það taka af þeim málfrelsið og það er skýrt ekki fram að þau geti mætt á alla aðalfundi og þau geti haft þar skoðun og áhrif, en atkvæðisrétt hafið þau ekki, og þetta er bara í takt við það sem er í öðrum félögum. Tengist þetta einhverju leyti reyndar, veit maður ekki alveg hverju maður á að trúa, en það komi fram þau sjónarmið í gær að sjóðir félagsins stæðu tæft og það hefði þurft að grípa til einhverja ráðstafana, og tengist þessi deila að einhverju leyti því að í hópi eldri borgarana séu meðlimir sem að myndu vilja njóta tekna úr þessum sjóðum sem myndi stefna fjárhag félagsins enn frekar í tvísinu. Það vissulega, ef ég skil þetta rétt þá er það þannig, en svo er það nú líka bara
virðist vera þetta orðið svolítið persónulegt líka, við skulum alveg, þú veist, þetta bara orðið þannig að þetta og fylkingabrjóst og flokkadrættir og við þurfum bara einhvern veginn að, ég veit ekki, leysa úr þessu, finnst mér eða þú veist, það verður ég spurði nú að því við vorum að tala fjármál félagsins og það kom í ljós að það var margt skrítið og það var undarlegt hvernig fjármunum var varið í félaginu í tíð fyrirverandi framkvæmdastjóra. Já, og það eru svona margar spurningar sem vöknuðu hann á leiðinni þegar farið var yfir af nýrri stjórn óútskýrður kostnaður og það var persónulegt lán úr neyðarsjóði sem neyðarsjóður eitthvað sem á að grípa blaðamenn sem veikjast eða þurfa okkur aðstoða að halda og öll fag- og stéttarfélög þeim ber skylda til þess að hafa góðan neyðarsjóð. Neyðarsjóðurinn var svo til tómur og gerði athugasemd við það sko var að KPMG sem að ræddi. Jú, sem gerði athugasemd einmitt við þetta að það félagið stemdi í þrot bara? Já, og það er mjög alvarlegt mál. Það eru þarna einhverjar eignir, einhver leigusamningur sem er gerður án þess að bera hann undir stjórn, leigusamningur á eign í eigu félagsins. Það kom í ljós þegar það átti að fara að selja þessa eign til þess að setja aftur peningin í félagið þessi leigusamningur var gerður til 10 ára þannig að það var nú ekkert eitthvað auðsótt mál að losa þann pening. Það er svona ýmislegt sko sem að ég kann ágætlega við hann Hjálmar bara svo það komi fram og ég held að flesti blaðamenn sem hafi leitað til hans á einhverju tíma punkti finnist hann bara frekar góður gæi. Já, ég get bara hendi á þetta borða að hann hefur staðið sér mjög vel í að gæta minna hagsmuna þegar á hefur þurft að halda á umliðnum áratugum því að sko starfans tegir sér svo langt aftur ég held að það sé 1989 sem hann hefur afskipti af trúnaðarstarfi. Og það er kannski bara ágætt og bara fólk þurfa að þekka sinn vitjunatíma kannski í svona starfi þar sem að þegar maður er búin að sitja lengi og maður er kannski farin að þú veist að hafa svona rörsýn og að maður gerir kannski mistök og maður verður kannski svolítið svona heimakær í sínu klúbbi. Já, mikið rétt. Það á nú við öll félög, alla stofnanir, alla stjórnmálaflokka. Já, það er nú bara svoleiðis. Mér skildist á fundunum í gær. Ég var reyndar orðin mjög þreytt. Það var bara laust fyrir miðnætti og fundunum var ennþá í gangi. Já, þetta er ótrúlega langur fundur. Já, hann hefur verið 4 klukkutímar, 5 tímar og þá kemur ég bara upp þá spurningu þarna lókum hvers vegna í ósköpunum ef að fjármál félagsins voru með þessum hætti og það voru þannig einhverja svona vafarsama tilfærslur og annað, af hverju þetta hefði ekki verið kært til lögreglu og það var svolítið áhugavert að heyra svarið frá formanninum Sigríði Dögg en hún sagði frá því að það hefði verið mikið rætt og þeim hafi í raun verið svona bent á það og ráðlagt af utanaðkomandi að þetta hér væri lögbrot að ræða og þau tóku nú samt þá ákvörðun út frá bara svona heildstætt væri það félaginu ekki til framdráttar að stjórn færi í þá vegferð að kæra fyrirverandi formann og framkvæmdastjóra en það er ekki neitt sem mælir gegn því að blaðamenn geti gert það sjálfur og það er svolítið áhugavert að sjá hvort að og nú velti ég fyrir mér sko að því að þetta er sjóður blaðamanna og þetta er fagfélagið okkar og hvort að við viljum ekki bara hreinlega gera það hvort að þessu máli ljúki þá kannski loksis. Ég meina það fellur þá væntanlega
öðru hvori megin, ég meina þá kemur það bara í ljós að undangenginni lögreglurannsókn hvort að óeðlilegar tilfærslur á fé hafi verið að ræða eða ekki. Þú vilt segja að það væri betra að fá bara úr þessu skorið? Ég tel það já. Að því að við getum einhvern veginn ekki bara sem hópur haldið áfram einhvern veginn í þessum skotgröfum. En svo það hitt viðkoma málið sem varðar það hvernig hann talar Sigríði Dögg og hennar skattamál. Já. Og þú telur að hún hafi gert grein fyrir því. Já, hún virðist hafa gert það. Já, en þetta náttúrulega alveg afleitt, Við erum að tala trúverðuleika, við erum að tala stéttarfélag sem hefur mjög mikið með það að gera hvort almenningur ber traust til fjölmiðla eða ekki. Við lifum nú í nógu stórum krísum. Hvað varðar vantraust heilt yfir og þarna berst fólk á banaspjótum, það eru ásakanir skattsvik, það eru óskir lögreglurannsókn á fjárreiðum fyrrverandi framkvæmdastjóra. Við erum með að þér virðist flokkadrættirnir eru að þér virðist svolítið þannig að ég held ég geti fullyrt að mjög mikill meiri hluti sem að starfa á Morgunblaðinu fylgi Hjálmari að málum. Já. Og sé gegn Sigríði Dögg, núverandi formanni. Við skulum ekki gleyma því að það var borin upp vantraust tillaga á Sigríði Dögg Auðunsdóttur í gærkvöldi. Niðurstaðan úr henni var svo að hún hélt velli en eigi að síður hlýtur það að hafa verið henni töluvert áfallað, ég held að hafa verið á milli 40 og 50 manns sem studdu vantraustið. Já. Það eru ansi margir félagsmenn. Jú, mikið rétt. Og það sem ég er að reyna að segja er það að mér finnst að það væri barnaskapur hjá stjórn félagsins og þeim sem að láta sig blaðamennsku og upplýsingu í landinu öllu varða að halda bara að nú verði allt gott. Ég hugsa þegar að fólk er búið að standa í svona átökum, svona persónulegum átökum eins og þessar deilur eru sannlega orðnar að einhvers staðar verði þau líka að segja bara stopp og ég held að sú ákvörðun að einmitt kæra ekki til lögreglu og einhvern veginn svona halda bara áfram með smjörið svolítið, hún endurspeglist kannski svolítið í þessari þreytu. Ég veit að bara persónlega hvað það getur verið erfitt að standa í sífellu í einhverjum svona stríðum straumi persónuárasa og ásakana svona og Ertu að tala vegna áskipta þennan af baráttu fyrir hælisleitindi? Já, ég er að tala það. Ég er einmitt ennþá í lögreglurannsókn út af því máli. Fyrir að hafa fjármagnað hryðjuverkasamtök. Já, það hlýtur að vera alveg í brjóstinu. Auðvitað gerir það og það er ekkert auðvelt svo sem að sitja undir slíkum ásakurum. Mikil valdamunur. Já, það er það og ég finn það og við finnum það alveg að það þrengir að en eins og, bara svo við víkjum eftir að félaginu þá... Þakka þér samt fyrir að minna á þetta og deila þessu vegna þess að þetta við þurfum að skilja við hvað er að eiga, það er erfitt að vera Íslendingur í þessu litla landi þar sem að öfl ráðast á mann og eru þung og voldug og það skildi þó aldrei vera að það væri ekki einhver öfl sem að væri að verki á einhverjum sviðum í þessari deilu innan blaðamannafélagsins. Ég myndi nú bara segja að það væri sömu. En afsakaðu ég kreik fram í fyrir þér. Haltu bara endilega áfram. Já, það er bara eins og ég segi að þegar fólk er búið að standa í svona deilum og það er, þú veist, og þetta vegur þungt á manni og manni líður stundum eins og það sé einhvern veginn algjörlega búið að króa manna út í horni, og fyrir það eitt að standa með sannfæringu sinni og vilja gera vel. Bjarga mannslífum. Já, bjarga mannslífum, kannski í okkar tilfelli og ég meina, og kannski, ég ætla ekki að efast það að hún Sigríður Dögg vilji bjarga mannslífum, en það kannski öðruvísi, Það eru til margar leiðir til þess. Það eru til margar leiðir og hún hefur einsett sér það að bjarga þessu félagi og hún Sigríður Dögg er
frábær blaðamaður og hugsun og kona og Stórt hjarta. Áfbúslega, bara frábær og síðan hún steig inn í þetta félag og ég langar ekki að segja steypti hjálmar af stóli en nota það orð þá hefur hún þurft og setið undir árásum frá ákveðnum hópi og þessu afli sem að við kannski þau sem að kannski tengja svo litið inn í þetta. Má ég bæta við núna? Já. Þú ert að segja að sko hún komi svona ekki beint úr hægri áttinni og það séu einhver svona hægri borgarleg voldugöfl sem setja strax spurningamerki. Já, það er svona svolítið mín tilfinning kannski, nú veit ég svo sem ekkert hvar Hjálmar stendur í pólitík eða eitthvað svoleiðis, en ég ætla ekkert eitthvað gera honum það ef hann er ekki hægra meina. Mokkahópurinn. Já, en mokkahópurinn er það vissulega. Hann er nokkuð öflugur. Og þetta eru þessi hægra öfl, við skulum bara segja það. Já, og þegar þú situr undir þessum endalausu skítkasti og árásum þá verður þú svolítið þreyttur og einhvers staðar verður þú bara að setja þín mörk og taka ákvörðun ætla ég að halda áfram í þessum skotgröfum eða ætla ég bara að reyna að svona leiða þetta hjá mér og fara aðra leið. Og en mig langar persónlega að sjá blaðamenn bara taka málið svo litið í sínar hendur og hreinlega fara með þetta mál bara á borð lögreglu bara til þess að fá úr þessu skorið. Svo, já, það voru reyndar, þetta var ekki eina tillagan sem var felld þarna. Þessi... Einvarðaði gagnsæi? Já, það var sem sagt, Persónuvernd hefur gert athugasemd við það að félagatal blaðamannafélagsins sé opið á internetinu. Þetta er í rauninni, persónuverndað mál hvers og eins hvort að og hver hans atvinna er, ég veit ekki alveg ég þekki ekki alveg inn á persónuverndarlögin en og fyrir vikið þá tók stjórnákvörðun það að breyta þannig í lögum að félagatalið yrði aðgengilegt á vefnum og taka það út. Það voru þannig einhverjir sem settu sig á móti því og svo tillaga var felld sem er mjög áhugavert vegna þess að núna verður og núna þarf félagið að standa í því að verja lögbrot gagnvart persónuvernd væntanlega vegna þess að þessi órólega deild felldi stjórnartillögu sem er bara óbúslega eðlileg sko. Ég veit að í minni vinnu þar sem að ég er oft í kringum og og bara í fólk sem er í svona mannúðarstarfi og kannski flýgur í svona mishættulegar aðstæður. Það er ekki svona ideal að vera mertur blaðamaður allstaðar. Nei. Það getur bara beinleiðis verið hættulegt. Já. Og þeir eru náttúrulega drepnir út um allan heim. Það er nefnilega málið sko. Og ég held að þetta hafi verið mjög vanhugsað og gagnvart persónuvernd líka því að ég meina félagið þarf þá væntanlega að standa í því að greiða sektir fyrir að halda inn í þessu félagatali sem að verðist vera ólöglegt að gagnvart persónuverndarlögum. Mjög illskiljanlegt mál. Þetta er alveg, ég er svolítið þreytt og svona ringluð eftir hennar fundið ég var svolítið hissa líka bara að upplifa sko einhvern veginn hrokan og leiðindin. En mér varst hrokin og báða bóa. Já, jú, það er það. Nú ætla ég að halda einu til haga. Ég tók ekki afstöðu til neins sem greitt var atkvæðum, bæði vegna þess að ég var búin að ákveða að ég ætlaði að gera þátt í dag á samstöðunum þetta og fannst bara ágætt að ég hefði þá ekki greitt atkvæðum með einu. En ég skal líka bara vera svolítið hreinskilinn við þig. Mér hefur bara fundist mjög erfitt að átta mig á því hverjir eru góðu gæjarnir og hverjir eru vondu gæjarnir í þessu máli.
og mér finnst þú bara allt í lagi líka að takast á bara svona hugmyndafræðilega og innanborðs í félagis og blaðamannafélaginu og það er ekkert að því að vera ekki öll sammála en það skiptir svolítið máli sko hvernig þú gerir það og mér fannst fundurinn í gær ekki vera blaðamannastéttinni til sóma ef ég segir alveg eins og Nei, ég er bara alveg sammála. Þú tekur undir það? Já, þetta var ekki flottur fundur. Nei, og ég hef bara dálítið áhyggjur af stöðu blaðamennsku og fjölmiðlunar í landinu eftir þennan fund. Já, ég veit ekki, ég er það er aðalega svona nýliðunin sem að ég hef áhyggjur af. Já. Ef að þetta ég meina, ef að þetta ætlar að vera blaðamannastéttin og framtíðina hennar og starfandi fólki og nýliðum þeim er ekki vel tekið. Nei. Þá veit ég ekki alveg hvert við erum komin En þú minntist á hann á mjög áhugaverðan og alvarlegan hlut í raun þegar þú varst að tala um að hvað maður að segja að aldurssamsetning var að breytast innan félagsins það kom held ég fram í gær að 15% félagsmanna núna eru eldri borgarar sem er mjög hátt hlutfall með önnur félag og ein ástæði þess svo að blaðamönnum fækkar og það var sátt um það fyrir nokkrum áratugum og þá held ég að við getum sagt að íslensk blaðamennska hafi mögulega átt sitt gullaldarskeið ef íslensk blaðamennska hefur nokkru sinni átt sitt gullaldarskeið því að hún hefur nú meira og minna verið í skötulíki og verið áráðurstengt og hluti af spillingunni og hluti af hagsmununum og öllu því ég allavega held því fram en við höfum átt góða spretti fjölmiðlun í landinu hefur átt góða spretti og kannski svolítið síðan að sá sprettur að kom góða sprettur vegna þess að það er bara búið að slátra starfsumhverfi blaðamanna út og suður til dæmis fall Fréttablaðsins það kom ekkert í staðinn fyrir Fréttablaðið þetta var engin smáræði skaði það er ekkert smáræðis umræðu gat og almenningur hefur einhverju hluta vegna aldrei átta sig almennilega á gagnsemi, nytsemi blaðamennsku við höfum yfirleitt ekki staðið með blaðamennskunni nú er átak hjá blaðamannafélaginu til þess að reyna að auka traust en á sama tíma logar allt í deilum það er ekki stjórnmáli, við vitum náttúrulega hvað er að gerast á Alþingi, við erum með ríkisstjórn sem nýtur einskis trausts og það þá bara þannig að við ætlum að sættast á það að blaðamenn séu líka hlutdrægir, mjög hlutdrægir þeir eru ekki sinn áróður það sé bara þessi áróður og þessi áróður og þessi áróður og þessi áróður ég hef alltaf verið frekar hlynnt í að blaðamenn beri bara á borð sínar skoðanir mér finnst bara rosalega fínt að geta lesið frétt og vita þá allavega hvaðan hún kemur og geta þá myndað með skoðun bæði út frá því hvort að manneskjan er bullandi hlutdræg eða ekki. Já, þú trúir ekki að hlutleysi sé mögulegt í blaðamennsku. Ég get ekki fyrir mitt litla líf séð það fyrir mér að blaðamenn geti að 100% öllu leyti stundað hlutleysa blaðamennsku. Við erum öll með og höfum öll okkar ákveðnu skoðanir og alveg sama hversu mikið við reynum þá held ég að allt sem við setjum frá okkur verði alltaf litað af þeim skoðunum og okkar upplifum. Það er náttúrulega bara eðlilegt. Þessu hefur líka alltaf haldið fram. Að það eitt að þú komir með hugmynd að ritstjórnar fundar borðinu á morgni, það er afurð þess sem þú ert. Það er nefnilega máli. Já, og síðan tekur aðra hlutdræga ákvörðun með því að velja hvernig ætla ég að hringi, hverjar verða heimildir þessar fréttar og svo tekur enn ákvörðun hvað ætla ég að hafa eftir, hvað ætla ég að skilja eftir, hver er kjarni málsins, hvaða sögu ætla ég að segja. Svo endar þetta með val og fyrirsögn. Hún er auðvitað að einhverju leyti hlutdræg líka. Og sennilega er skást þegar fjölmiðlafólkið er sérfræðingar í samfélaginu, býr yfir mjög bitastæðri þekkingu og víðri, en deilir kannski ekki endilega skoðanum og er einmitt með nokkra fjölmiðla sem endurspegla skoðana litráið. Það er nefnilega málið. Þess vegna þurfum við að hafa svolítið og svona breytt og litróf fjölmiðla og starfandi fjölmiðla fólks. Ég veit ekki, fjölmiðlar eru auðvitað í þróun og núna, þú veist, hefur dauði prentmiðilsins verið boðaður alveg svona, þú veist, í
kannski áratug, eitthvað svo leis og við erum náttúrulega bara höfum séð þetta gerast hérna eins og með fréttablaðið að þú veist að það er einhvern veginn minni hvati til þess að prenta blöð. Efni hefur færst svo litið á internetið og núna erum við kannski líka... Og því fylgja svolítið svona félagslega undirboð. Já. Það eru óbúslega litli peningar. Það eru mjög litli peningar. Bara ávinningurinn fyrir þann sem að skrifa fréttir þar getur verið sáralítill. Já, en ég náttúrulega bara... ég náttúrulega svo hlindu hugsjónastarfi sko. En auðvitað þarf fólk að borða. Ég veit ekki, ég velti í fyrir mér og bara þetta í hug kannski núna allt þetta fólk sem að til dæmis miðlar á TikTok er þetta ekki fólk sem að ætti alveg eins heima í blaðamannafélaginu? Einnir hæfari á TikTok? Já, ég meina að það nú getur hver sem skráð sig í blaðamannafélagi í rauninni sem lausamann. Þá greiðir maður félagsgjöld og tekur þar með þátt í félaginu. Þetta var frábært og kannski gert svolítið til þess að halda utan þennan hóp sem í lausamannskinu en það gæti jafnvel nýst þeim hópi sem lítur á sig sem blað og fréttamenn á miðlum eins og Instagram og TikTok og Facebook. Já. Þannig að hvort að það væri kannski, ég veit ekki, hægt að svona, sko við þurfum einhvern veginn svona að breyka og víkka sjóndeildarhringinn. Breyta hugmyndum okkar hvað sé fjölmiðlun. Eiga þarna heima, já. Einmitt, hvað sé fjölmiðlun? Ég meina, nú erum við bara öll með okkar persónlega fjölmiðil. Já. Það allir á Facebook eða einhverjum samskiptamiðli eða svona vel flestir. Einmitt. Og það fjölmiðil auðvitað. Já. Þannig að kannski við þurfum bara að fara að horfast í augu við nútímann svolítið. Já, það eru sannarlega mjög margar þessar áskoranir sem við stundum frammi fyrir því að sko ef við missum blaðamennsku skipulagða blaðamennsku og blaðamennsku með góðum vinnubröðum bara út á borðinu þá það undanfari kaos. Já. Þá ryðjast populistarnir fram. Það verður engin leið að greina mun á góðum og vondum upplýsingum. Nei. Réttum upplýsingum og röngum upplýsingum. Og staðan var vond, mjög vond fannst mér áður en ég mætti á þennan fyrsta aðalfund í minni sögu í gærkvöld. Já. Og ég fór út hugsi hryggur. Mér fannst ótrúlega mörg barnaleg komment hafa fallið. Sammála. Mér fannst sko þessi rígur og mér fannst þessi ofvaxna trú á að ég hef rétt fyrir mér og svona þetta. Frekar en að við áttum okkur að því að heimurinn gríðarlega flókin. Eins og blaðmenn ættu nú að gera. Og þegar svona deilur koma upp þá þurfum við að reyna að skilja margþættar forsendur á bakvið það. Og það rosa gott að bara hlusta, virða, hegða tjáningu sinni þannig að skaði ekki fólk, meiði það ekki beint, en sko hrokin, svipuhöggin, þetta var bara einhver helvítis vitleysa. Já, þetta var leiðilegt að sjá og einhvern veginn ekki til þess að ég svona hef ég þessa stétt svona til vegs og virðingar þessi ágæti fundur eða ekki svo ágæti fundur. En mér finnst sko hún batnar ekki við það við þegjum yfir því. Nei, mér finnst bara einmitt fínt að tala þetta. Og eins og ég segi, ég var ofboðslega hissa að sjá bara, sko, einmitt þessi, og fliss og frammíköll og þetta var svo leiðilegt. Já. Og þetta var svolítið svona, ég veit ekki, þú veist, þetta var svolítið svona ógeðslegt. Já, þetta var svolítið ógeðslegt. Já, þetta var svolítið svona, djúvill þetta mikið pakk, allt saman einhvern veginn. Sko, já. Eða eitthvað svona, eða djöðli erum við mikið pakk. Já, við áttum ekki okkar besta dag í gær. Nei, og ég veit ekki, svo sem, ég trúi nú alveg á framtíð félagsins. Ég veit alveg fyrir víst að núverandi stjórn með alls konar hugmyndir hvernig, sé hægt að halda utan lausa menn og svona aðeins efla
félagið svona burt sér frá öllum þessum deilum og nú veit ég að stjórn vill leggja þetta allt svolítið til hliðar bara. Nú er bara búið, nú er aðalfundurum búinn. Það er búið að samþykkja fjármálstjórnarinnar. Það er búið að fara þarna yfir þessi mál. Við fengum spurningu svarað sem að brunnu á okkur og ég held alveg að það sé hægt að halda áfram hvað þessi svona óróadild sjáu fyrir sér þeim efnum þú veist, það veit ég svo sem ekkert og ég meina hvort að þau ætla að halda því til streitu eitthvað að mæta á aðalfundi til þess eins að kjósa gegn ákvörðun stjórnar sko það sem að mér finnst líka kannski gott að koma fram er að það er ekki tillögurnar voru ekki felldar með helmings. Nei, það þurfti 2/3 atkvæða. Það þurfti og munaði mjög litlu. Já. Þannig að í rauninni þá er það þessi 1/3 sem að fellir þarna þessa breytingatillögur stjórnarinnar og svona þú veist lýðræði sinnanum í manni gremst það svo litið kannski að svona mikill meirihluti og þú veist mikill meirihluti sé sammála við getum líka hort á það þannig sko að þetta sé í rauninni það sé þarna 1/3 félagsins sem að sé ósammála. Já, svo eru náttúrulega svona tragískar smásögur þarna inn í þessu fyrrum samstarfsmenn að byrjast á banaspjótum og maður náttúrulega þekkir þessi andlit sem eru þarna inni sko, þetta er allt saman hérna svokölluðu fyrrum heimilisvinir og skjám landsmanna mjög mikið eftir þau sameinuðust fréttamannafélagið Ríkisútvarpsins og blaðamannafélagið þá eru allir undir einum hatti og ég veit ekki hvað maður á að fara langt í því að upplýsa áhorfendur og áherendur sko þessar stungur sem eru þarna fyrrum samstarfsvina á millum. Kannski þjónar það einhver tilgangi en kannski var það líka svona, kannski er það einn ástæði þess að maður tekur þetta svona inn á sig að maður hefur tilfinningar til þessa hóps, maður hefur þekkt, ég meina það var alltaf Bogi Ágústsson, hvað ætli hann sé búin að vera lengi á skjánum, þú veist, hann er bara jafn gamall eiginlega þeirri mannsævi manns, bara hann er jafn gamall minni sögu að fylgjast með fréttum. Já. Og þannig að það hefur kannski haft einhver áhrif líka á það hvað manni leið illa með þetta allt saman. Svo er ég líka að hugsa yfir því eins og ég sagði hérna í upphafi að fólk ætli sér að reyna að leysa þessi mál einhvers staðar bak við tjöldin í stað þess að ræða vandan opinskátt. Ég er mjög hugsi yfir því að við blaðamenn við drjúgur hluti af okkar störfum felst í því að við þurfum að skapa nægilegt traust hjá viðmælendum okkar til að viðmælendur okkar komi í viðtöl og upplýsa okkur svari spurningum okkar sem við spyrjum fyrir hönd almennings. Þessi stöð hér, hún reiðir sig alfarið á það að fólki sem við höfum samband við hringjum í eða sendum tölvupóst eða melding á Messenger eða eitthvað, að fólki segi já, ég vil taka þátt í því að bæta samfélagið með því að koma og ræða þetta mál. Við þurfum að ræða þetta mál. Það eru almannahagsmunir af því að ég komi og ræði við þig þetta mál. Og hvað gerir svo þegar ég er á meðal minna kollega íslenskra blaðamanna að segja, ertu til í að koma hérna að rauðaborðinu og ræða við með þessa stöðu sem komin upp? Nei, ég fær ekki að gera það. Af hverju ætlar það að segja? Vegna þess, ég held að það sé vegna þess að fólk er að hugsa eigin hagsmuni, það er að taka eigin hagsmuni í þessum deilum, í þessum sko bara þessu nöðru ástandi sem er að kraumar þann undir, það er að taka eigin hagsmuni fram yfir aðra hagsmuni. Það þorir ekki að leggja orðið í belg, það er hrætt að það segi eitthvað sem styggi einhvern, geri eitthvað vitlaust. Mér finnst þetta ekki ábyrgt. Nei.
heldur það sé kannski vegna þess að einmitt eins og þú segir, þetta er alltaf, maður þekkti auðvitað vel flesta þarna og ég held að það sé bara að því að fjölmiðla umhverfið á Íslandi, það hefur verið mjög stormasamt, allavega frá því ég byrjaði í blaðamennsku á Smugunni, þú veist, 2011 eða eitthvað, sem var þá málgagn Vinstri grænna. Blessuð sé minning þeirra. Já, blessuð sé minning þeirra. Vinstri grænna þá. Já. Og þar kendi mér hún Þóra Kristín Ásgeirsdóttir og þaðan flyst ég svo yfir á Fréttatímann og vann þar með Siggu Dögg og Mikael Torfasyni og fer svo með Mikka yfir á 365 miðla og svo þar ég á flakki og fer á DFF og þú veist, þetta bara þetta bara svona að því að fjölmiðla umhverfið sko, vegna þess að fjölmiðlar eru að stórum hluta í eigu auðmanna og þeir þurfa að sjá eitthvað ábata í því að eiga fjölmiðil. Annarkvort, ég meina fjölmiðlar eru nú yfirleitt reknir með tapi, það er nú bara þannig. Sem þýðir það að það hlýtur að vera erindið sem fjölmiðlarnir reka sem að kyndir undir rekstrinum. Akkurat. Og þannig, og þetta í svona litlu landi gerir þetta bara fjölmiðla starfið mjög ótryggt og skrítið. Já, væga sagt. Og nema þú hallir þér að einhverjum svona sugar daddy. Einmitt. Já, nákvæmlega. Og þannig að sko eins og já bara þannig að það er svona þú veist við þekkjumst vel flest innbyrðis við höfum á einhverjum tímapunkti unni saman og ég held að þetta sé kannski farið svona fyrir brjóstuðum manni vegna þess að þetta er svona þú veist þetta er svona eins og einhver svona þú veist fjarskild fjölskylda og svona partur af manns fortíð sko í hverju andliti og og það er alveg sérstakt að vinna á stórum fjölmiðli og það er óbærslega mikil kærleikur á milli fólks þar. Spennan býr til samkennd sem er engu lík. Það er bara æðislegt sko. Og náttúrulega vinnuálega stundum bara gjörsamlega brjálað. Það er það. Og þetta er einn erfiðasta vinna sem hægt er að vinna vegna þess að þú ert að taka svo margar ákvarðanir á svo stuttum tímastundum að sko ég hef unnið alls konar vinnur. Ég hef verið upplýsingafulltrúi hjá risastóri ríkisstofnun. Störfin þar eru 1/10 af erfiði þess að vera góður blaðamaður. Já. Og ég held að sko við séum bara búin að búa okkur til þannig fjölmiðla umhverfi núna að sko það, þú veist, að polariseringen hún er kannski bara orðin svo mikil að því að hér höfum við samstöðuna öðrum megin og mokkan hinum megin og einhvern veginn það vantar svolítið svona þú veist, það vantar kannski svolítið að fólk svona saminist ólíkar skoðanir sérst að við séum ekki allir svona í sikvara horninu í einhvern veginn það vantar svolítið upp á það já, það vantar svolítið kannski að þú veist, fjölmiðli eins og Fréttablaðið var og já, einhver svona sem límir saman sem að límir svolítið saman sko, þessa andstæðu póla og til þess einmitt að svona hrista saman fólk og vekja með því aðeins meiri samkennd og ég meina það er fátt skemmtilegar en að takast á við insinu blaðamannastjætt þú veist inn á gólfi þú veist málefni dagsins eitthvað sem að er á gjörsamlega öndverðir skoðun við þig sjálfan það er bara mjög hollt og manni þykir mjög vænt vini sína þó þeir séu með aðra skoðanir mikið ósköp og það er ekkert að manni hollara heldur en að ræða við mannsku sem að maður er ósammála og maður lærir bara óbærslega mikið á því en ég held að við erum orðin sko einmitt við erum orðin svo rosalega svona polariseruð og við erum einhvern veginn hætt að hlusta og ég held að þetta í samfélaginu almennt en svo líka bara auðvitað í blaðamannastjætt líka sko, ég er nú bara svona ósköp breyskur maður sem gerir hellingamystökum bæði í vinnunni og utan hennar og er síst af öllu í aðstöðu til þess að setja mig á háan hest yfir eitt en eitt alls konar raskanir á helgin og ég veit ekki hvað og hvað en ég held að við séum það nú flest sem röðust inn í þessi stjætt já, kannski þessi lifa fyrir spennuna já, en sko, það sem ég veit og hef lært á langri ævi er að án hugrekkis
er blaðamaður ekki að sinna vinnunni sinni eins og skildi og mér finnst núna ögurstund hugrekkis hjá íslensku blaðamannum. Mér varst að merkja hugleysi, allir þeir sem sögðu nei, ég þori ekki að stíga inn í þetta, ég vil ekki fara í sjónvarpsþátt, ég vil ekki fara í opinberu umræðu þetta, allir þeir sem sögðu nei í gær, bara svo þið vitið það, mér varst þið huglaus, mér varst þið að segja já. Og ef við ætlum að hérna, sem sagt, vera öðrum fordæmi, sem að mér finnst að blaðamenn ættu á öllum tímum að vera, við erum að vera samfélaginu fordæmi í hugrekki. Við vorum áðan að tala að blaðamenn eru drepnir út allan heim, vegna þess að þeir eru hugrekkir, vegna þess að þeir þora að leggja líf sitt og limi undir í þágu þess að segja frétt sem þarf að segja. Samfélaginu og heiminum til góða. Og ef við missum þennan eiginleika úr stéttinni að vera sem réttsýnust eins og við vegum og metum réttsýni, hugrökk, sanngjörn, með ástríðu, brennum fyrir betri heimi. Ef við förum að líta það að blaðamennska sé bara eins og hvert annað starf sem ég veit að sumir blaðamenn hér telja að sé, þá erum við ekki í góðum málum. Þá erum við ekki sá kyndil sem við þyrftum að vera, sem lýsir almenningi og brýnir fólk til góðra starfa, meðal annars frumkvæðis eins og þú og þínar stöllur hafi sýnt með því að fara í víkingar er hræðilegt orðalag að gera gangskurð því að fara út fyrir landsteinana til þess að bjarga fólki bara hérna frá dauða og þótt sko afleiðingarnar séu þær sem þær eru og þú sett að minnast á lögreglukæru sem er náttúrulega þyngra en tárum tæki þá verður maður einmitt bara að halda áfram. Það verður bara að halda áfram, já. Og það á við blaðamenn eins og aðra. Já, og hérna, ég veit ekki, það er nú svo mikið af góðu fólki í þessari stétt og hérna en við skulum endilega gagnrýna það. Já, bara við skulum alveg hér erum við búin að sitja í klukkutíma og hnýta í blaðamenn kannski hafa þið bara helviti gott að því. Já, kannski sko, já, ég veit ekki, svo er það náttúrulega líka þannig sko, hérna blaðamenn, enginn hefur jafn mikinn áhuga á blaðamennsku eins og blaðamenn og hérna fólk hérna, og það kannski hefur almenni borgari engar gríðarlegar hérna, áhyggjur af því sem er að gerast í fagfélagi blaðamanna. Jú, ég held það. Já. Ég held að fólk hafa áhyggjur á þessu. Er það ekki? Ég veit það ekki, en hérna ég held að þetta skiptir svo miklu máli upp á tröstið. Þetta gerir það. Upp á tröstið og vantröstið. Já. Hver er mesta meinsemd samfélags í dag? Er það ekki vantröst? Er það ekki við treystum ekki stofnunum ríkisins? Jú, ég myndi segja það. Treystum ekki kerfunum? Jú, það er þetta, ein af þeim allavega. Er það ekki? Jú. Og allir fjölmiðlar sko séu ekki alveg eitt af lykiltækjunum í að skapa aftur traust. Sko, það er hvernig, þú veist, nú hefur að því að umhverju fjölmiðla hefur, það er orðið svolítið svona samkeppnin fer fram á internetinu og hérna og ég veit það þú veist og þú veist að hérna og það er þessi endalausa barátta að ná fréttinni og smellunum. Jú. Og hérna það er orðið svolítið svona skrítin hvati á bakvið fréttamennsku. Já, þetta er það sem gerist þegar sko öll fjölmiðlun verður markaðsdrifin. Já. Mikið rétt. Já. Og þetta er kannski eitthvað svona sem að hérna við þyrftum að horfast í augu við. Já. Hvernig við getum lagað þetta ástand. Við erum hérna ekki með marga rannsóknarblaðamenn, við erum með Helga Seljan á Heimildinni og hérna og við erum ekki með mikið af, ég meina það er ekki mörg ár síðan, það var hægt að lesa hérna, þú veist, mörg helgarviðtöl við áhugavert fólk. Það vantar hérna, þú veist, það var hérna allur birtingur og þau viðtöl. Meira séð og heyrt var með viðtöl einu sinni í viku, fréttatíminn, fréttablaðið og núna Mogginn situr einn í þessum helgaviðtölum í rauninni og svo Heimildin sem er áskriftablað eins og Mogginn. Þannig að, já, ég veit ekki, það er eitthvað svona, þú veist, ég er ekki með neina lausn hérna, ég er bara eitthvað, ég er að velta þessu fyrir mig, hvernig við getum einhvern veginn, hvernig getum við lagað þetta? Já, sko til samanburðar get ég nefnt af því að ég hef nú hérna ég á 40 ára
starfsamali þetta ár. Til hamingju. Já, takk, það 40 ár síðan ég hóf störf við fjölmiðlun og þá það þannig að sem sagt launatekjur mínar byggjast kannski svona 60% upp af áskrifendatekjum og 40% auglýsingatekjur. Smám saman hverfa allar áskrifendatekjur og þá erum við bara háð auglýsingum. Þess að laun blaðamanna verða bara greidd af auglýsingum. Alla jafna. Svo gerist það að efnisveitunar erlendu, Facebook, Google og allt það, þær fara að taka alltaf 60% af innlendu fé til auglýsingagerðar. Þær renna út. Þá ekki eftir nema 40% af því sem að þó kynnti undir og var eftir. Það nýtt eins og hér með samstöðina að við erum með hóp fólks sem borgar hóflegt mánaðarlegt gjald til þess að styðja og styrkja við. Heimildin með áskrifendahóp sem væntanlega skiptir þau sköpum. Þannig að við erum aftur að nálgast gamla módelið sem var við lýði þegar ég byrjaði í blaðamennsku fyrir 40 árum að blaðamenn verða ekki sjálfstæðir, fjölmiðlar verða ekki sjálfstæðir, blaðamennskan verður ekki eins góð eins og hún þarf að vera ef hún lítur bara auglýsingavaldi og markaðsvaldi, duttlungavaldi samtímans, þá hverfur hún inn í gímaldið. Hún fer undir hérna stóru og sterkustu og verður jafnvel verri heldur en engin og svona, veist, í tengslum við það að íslenski blaðamenn eru augljóslega á krossgötum hvað var það svona félagið okkar og við þurfum að vanda okkur meira í framtíðinni þá líka svona freistandi bara að minnast á þetta að ábyrgð almennings svo mikil í því að halda lífi í gagnlegri fjölmiðlun. Já. Og nú kunna áhorfendur að hafa ólíkar skoðanir á því hvað gagnleg fjölmiðlun. Sá sem kaupir Morgunblaðið sitt vegna þess að hann vill lesa leiðarana Davíðs Oddssonar bara gerir það og allt í lagi með það og svo viljum við þá líka að þeir sem hafi aðrar skoðanir þeir átti sig á í rauninni mikilvægi þeirra í því að halda lýðræðiskeðjunni gangandi sem stundum felst í því einu að opna veski pínulítið og borga 500 eða 1000 kall. Það getur skipt sköpum fyrir þetta lýðræðislega tjáningafrelsi, ekki satt? Jú, mikið rétt. Ég held, já, ég held að það var eitt sem að mig langaði mjög mikið að koma inn á fundinum í gær, en ég bara kom því reynilega ekki að. Það var til dæmis hlutverk fjölmiðla í yfirstandandi þjóðarmorði í Palestínu. Nú hefur einn fyrrum svona háttsettur embættismaður hjá Sameinuðu þjóðunum, hann kom fram núna fyrir nokkrum dögum og benti á það að hér væru stórir fjölmiðlar víða heim mættu líta sér nær í því að hvernig þeir kjósa að fjalla málefni Palestínu. Margir hverjir hafa tekið svolítið upp málstað Ísrael sem að fremur þjóðarmorð í öllum skilningi á palestínufólki og nefndi þar sem dæmi Núrnberg réttarhöldin að blaða og fréttafólk þurfa að fara að horfast í augu við þetta og mig langar svolítið og svona heimfæra þetta á okkar fjölmiðla umhverfi að því að það vegna þess að nýliðunin lítil og hæg fjölmiðlarnir eru þetta polariseraðir og við virðumst ekki vera með öfluga fréttamennsku í heimsfréttum. Fólk að taka mikið upp bara Facebook og það mikil upplýsinga óreiða í gangi og það graf alvarlegt ef íslenskir fjölmiðlar hafa bara ekki svigrúm eða áhuga á því að fjalla heimsmálin og hvort að við bara reynilega áttum okkur á því að það hægt verði kannski einhvern tímann í framtíðinni að reynilega lögsækja stóra fjölmiðla víða heim fyrir þáttöku sín í þjóðarmorði í Palestínu. Þetta eitthvað spurning sem hefur svolítið
brunnið á mér en Þetta stríð snýst svo mikið auðvald og rasisma. það nefnilega málið og þess vegna mjög mikilvægt að við líka bara höldum svo litið rétt á spöðunum og ég ber fullt traust til Siggu Daggar og stjórnar Blaðamannafélagsins og ég treysti því að þetta sé til dæmis eitthvað sem að þau taki til sín þó mér hafi ekki tekist að bera upp þetta erindi mitt í önnur mál í gær því að klukkan var orðin 12 og það voru nú svona, það var farið að tínast vel úr hópnum. Já. En þetta eitthvað svona sem að ég myndi vilja ræða sérstaklega og takast á svona innan félags sem utan. Nú man ég ekkert hvert ég var að fara með hennar. Ég held að þú hafi bara náð þessu heim. Já, ég held ég bara náð þessu heim. Já, náð þessu brot. Bara vel gert. Já, þannig að framtíð blaðamennsku, þú veist, það er ýmislegt í gangi. Það má ekki glemma því að það er alls konar, það eru podcast, við veitum þetta. Alls staðar út í bæ fólk komið með eitt svona hátalara heim í stofu og farið að miðla. Já. En hve miklu máli skiptir reynslan sem byggir á því að það verður til samhengi, inntak, þú minni? Sko, það er ekki sama blaðamennskan að sjá nýráðinn fréttamann hjá Ríkisútvarpinu eða Stöð 2 stinga mikrofónu upp í einhvern ráðherra, einhver ungmannaska sem veit ekkert það sem að liðið er. Nei. Sko, með fullri virðingu fyrir mikilvægi þess að blanda alla stéttir þannig að það sé samblanda ungu og eldra fólki, það var ekkert, finnst mér, eftir mín 40 ár sem kemur í stað reynslunar. Nei. Og sumpart bendir eitthvað til þess að reynsla hafi bara verið svolítið afþökkuð hjá sumum mainstreams fjölmiðlum og það kann að vera vegna þess að þeir sem hafa reynsluna og hafa lengsta starfsæfa baki, þeir búa yfir upplýsingum og hugarfari og tækni sem gerir kannski fjölmiðlunum pínulítið erfitt að komast upp með frekar ábyrða litla fréttastefnu. Já, alveg, absolutt og launakröfur. Við skulum ekki glemma því. Nei, alveg rétt. Það er auðvitað stór faktor. Þetta er hluti vandans. Já, alveg, ég er alveg sammála því en Ég er ekki að gera lítið úr þeim sem þú veist að nefna öllum Nei, og ég held að það sé bara einmitt, ég held að það sé þarf að vinna saman bara. Þetta þarf að vinna saman. Já. En svo fór ég að hugsa, ég meina ef allir eru bara eitthvað svona gjammandi í sínu horninu, hver? Þú veist, og gjammandi segi ég er gjammandi núna og þú veist, það verður bara svona hávaði, þú veist, einhvern veginn. Já. Það var svona svo fuglabjarg svolítið svona. Ég hefði viljað hafa meira hávað við þetta borð. Já, það hefði verið mjög gaman. Ég hefði viljað hafa blaðamenn við hvert hljónum. Já, það hefði nú verið svolítið gaman. Því að það er alltaf gaman að tala við blaðamenn og hugsun og blaðamenn eru bara skemmtilegasta fólki heimi. Það er óbærslega víðtækar reynslu, það við tala við svo margt fólk og það ekki svo margar sögur og kann alls konar og þannig að það er mikill missir af félum okkur blaðamennsku Getur ekki sýnt okkur mynd af þessum auðustól En já, þannig kannski ég veit ekki, svo eru blaðamenn líka sko, nú er kannski margir bara svolítið hugsi eftir að hann fundi í gær og ég ímynda mér að margir séu allir taka daginn svolítið í að einmitt svona melta og lesa sko viðbrögð kollega og svona aðeins svona meta aðstæður áður en að þeir kannski vaða fram eins og einhverju svona ólíkt okkur eins og einhverju sóðar en sko ég ætla að vitna aðeins í ef við finnum þetta býtu hvar ertu nú ég sá einhvers staðar frétt hvar var hún þetta er ekki gott sjónvarp Getur ekki sagt eitthvað? Já, þetta er flott hjá þér, stendur vel. En
svona er þetta bara. Herðu, ég finn ekki fréttina. Það var einhver fjölmiðill að semst telja að skrifa frétt það að líkurnar á klofningi innan Blaðamannafélagsins væru gríðarlega miklar eftir hennar fund. Heldur það að Blaðamannafélagið klofni? Svo við höfum það sem loka spurningu. Já, viljum við það? Ekki ég. Nei, þá þarf maður kannski bara svolítið að berjast fyrir því. Svo verði ekki. En nei, ég held ekki. Ég ætla allavega að vona ekki. Ég ætla bara að vona að ég núna sé allavega hægt að setja hlutina aðeins til hliðar. Það fram á næsta fundi allavega. Allavega fram á næsta fundi, já. Það skiptir máli fyrir almenningi í landinu. Já, og ég veit að ég meina núna einmitt fram að næsta fundi, þá kannski verður minni hávaði innan félags, einfaldlega vegna þess að stjórnarmenn og skrifstofufólki fer bara í sína vinnu og starfar að því að móta stefnu og verja fjármunum og gera og laga og gera við. Þá við kannski svona, þú veist, treystum þeim bara til þess að vinna þessa vinnu baku tjöldin við kannski og út úr því held ég bara alveg örugglega að komi eitthvað gott. Það var talað mitt að koma upp aðstöðu fyrir fólki lausamennsku og að svona aðeins að einhvern veginn að efla nýliðun, skoða blaðamannadeildina. Ég meina nú blaðamannadeildin við háskólan og háskólan á Akureyri líka og ég meina það er flott fólk að útskrifast úr blaðafréttamennsku. Þannig að það er ekki bara dauðadjöfull. Það er ekki bara dauðadjöfull. Ég held að og ég held að þessi stjórn sé bara mjög vel til þess fallin að svona halda fram á veginn og það er svo ákvörðun sem þau hafa tekið vissulega með því að fara ekki í að kæra fyrir framkvæmdastjóra og en eins og ég segi þá er það kannski frekar svona blaðamannastéttin sem þarf kannski bara svona aðeins að gera þessi brók gagnvart hvoru öðru. María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp, þakkaði kærlega fyrir komuna. Nú höfum við drullað yfir kollega okkar í meira en klukkutíma og ég heldur að hafa haft gott að þeim. Já, ég vona það. Ég held að þeim þykir búið að vænta okkur. Verður ljómandi. Sjáum síðar. Takk. Og víkjum þá að öðrum sálmum. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.